Ertu komin í jólaskap? Ég er komin í jólaskap. Það er jólatré og jólaskraut og bara, já, mjög skemmtilegt. En það er náttúrulega mótið sem er að byrja, það er svona fyrsta verkefnið áður en að jólin renna almennilega í garð. Já, nú getur maður tengt jólin og stórmótin við jólin, þannig að það er svolítið skemmtilegt. Við ætlum bara það er stórmót að hefjast og fyrsti leikur að koma og það er bara full fókus. Ekki bara búið að vera góðu tími saman núna? Jú, virkilega góð tími, það er alltaf gaman með stelpunum og við erum að æfa vel og það við erum í góðu yfirlæti hérna í Innsbruck, virkilega góðu bæði líka. Þannig að jú, það er búið að fara mjög vel okkur. Og svona eftirvænting? Eftirvænting fyrir mótið? Já, við viljum bara komast í milliriðil, ég held að það sé ekkert leyndarmál. Við getum nýtt kraft okkar þannig að við séum litla liðið á móti Hollendingunum eða þá bara mætt með bara fullum krafti á móti Þýskalandi, fá 2 sigra og komast upp í milliriðil. Og Úkraína er náttúrulega leikurinn þarna á milli? Og Úkraína sem við ætlum að vinna og þær standa hérna allar fyrir aftan þig. En skilja mig kannski ekki. Það skilja okkur væntanlega ekki? Nei, vonandi ekki. En ég meina, já, það hlýtur að vera svo sem vera markmiðið. Það þarf að vinna þá fyrsta sinn á Evrópumóti? Já, vinna í fyrsta sinn á Evrópumóti. Höfum við aldrei unnið á Evrópumóti? Já, ég er alveg til í að fara í sögubækina með það. Allavega með sigur á móti Úkraínu. Ég segi, já, við vinnum annarkvort Þýskalandi eða Holland. Það er það sem ég óska mér. Já, það er bara mjög ákveðið markmið. Já, ég hef alltaf verið ákveðin og ég hef ekki farið leynt það sem ég vil og það sem við dreifum mér Þannig að já, það er rauninni bara markmiðið og stefnan og það sem maður svona ímynda sér þegar maður lokar augunum. Og samstæðan og svona þessi tími saman búin að vera góður? Já, við erum bara gott heimi. Ég held að það sé ekki leyndamál. Við erum búin að vera lengi saman í landsliðinu og við gerum alltaf bara okkar besta og það er svona íslenska baráttan, klesjan, en já, við erum alveg baráttu konur og ætlum að halda því áfram. Og náttúrulega hafið ákveðna reynslu eftir HM í fyrra? Já, það voru fleiri leikir, mjög margir leikir sem við spilum, einhverjum 10 eða 11. Við erum með reynslu á móti stóru liðunum og bara við flestar hérna. Það eru fáar sem hafa ekki spilað stóra leiki. Þannig að já, ég held að fólk ætti bara að fylgjast með okkur.